Komið þið sæl. Þetta 7. þátturinn velferðina og ég ætla að halda mig áfram við heilbrigðiskerfið og Landspítala. Viðmælandi minn, hann kemur nú inn á ýmis mál núna eins og samningamál við sjálfstætt starfandi lækna og hvað betur mætti fara í heilbrigðiskerfinu. Sá sem hjá mér í dag Ragnar Freyr Ingvarsson, hann sérfræðingur í lyf- og gigtarlækningum og umsjónarmaður yfir COVID-göngudeild Landspítalans. Vertu velkomin til mín, Ragnar. Takk hérlega fyrir. Ef við byrjum á því hvað hefur drifið á þína daga svona frá því þú komst af bernskuskeiði, hvað geturðu sagt okkur það? Já, hvenær líkum að bernskuskeiði, það ekki eitthvað sveigjanlegt? Jú, þetta teygjanlegt hugtak svo margt. Já, ég gekk í grunnskóla bara hérna í hverfinu, rétt hjá. Þá í æfingaskólan og naut þess mjög mikið. Fór svo seinna í menntaskólan við Hamrahlíð. Já. Og með stuttustoppi í Kanada sem ég fylgdi foreldrum mínum, þegar móðir mín fór í framhaldsnám. Var þar í 1 ár. Og svo eftir ég kláraði menntaskóla þá var ég nú svona pínlítið óviss hvað ég ætti að verða þegar ég væri stór en einhvern veginn datt mér í huga að það geti verið skemmtilegt og ögrandi að vera læknir. Þannig ég skráði mig til læknanáms og hóf þar haustið 98 og lauk því svo 6 árum síðar stundvíslega bara eins og lög gera ráð fyrir. Á þeim tíma náttúrulega bara á þessum áður en ég fór í læknadeild kynnist ég konu minni og við stofnum fjölskyldu. Svo eftir að ég lauk námið þá réði ég mig til Landspítala og kandidatsár og ákvað snemma að verða lyflæknir og byrjaði í lyflækningum og verið 3 ár hérna heima þegar framhaldsnámið var svona má segja á sínu bernskuskeiði og fór síðan í framhaldsnámi í lyf- og gigtarlækningum til Lundar í Svíþjóð. Svo flutti ég heim haustið 2016 með stuttri viðkomu í Englandi. Þar vann ég sem bæði gigtarlæknir og sem svona klínískur stjórnandi fyrirtæki sem sá það að kaupa stöðkerfisþjónustu af hinum ýmsu aðilum í Sussex, í austur Sussex. Og svo flytt ég heim og ræði mig til vinnu við Landspítalan og þá var ég ráðinn á bráða lyflækningadeildina sem ég starfa með bara einvala liði af lyflæknum og hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og bara frábæru fólki. Og svo rek ég sjálfstæða stofu í gigtarmiðstöðin uppi á Höfðanum ásamt góðum kollegum gigtlæknum. Þetta ansi áhugavert og en segðu mér þá, þú varst erlendis, hver var reynslan að starfa erlendis og hvernig var sá undirbúningur og hvernig finnst þér svo að vera komin heim? Hver munurinn á svona heilbrigðiskerfinu út og heima bara svona að starfa sem læknir? Já, það má segja, sko, þetta líkt en samt ekkert eins. Það má segja svona, til dæmis að starfa sem læknir í Svíþjóð til dæmis. Þar náttúrulega má segja skipulagið mun betra en hér heima. Þeir hafa náttúrulega lagt stund á skipulagsmál og það sem þeir kölluðu planering og allt svoleiðis og hafa vandað sér alveg gríðarlega á síðustu áratugum að reyna að reikna út þörf, kostnað, hvar og hvenar á að veita þjónustustig og svoleiðis. Og þar var bara mjög ánægjulegt að vera sem læknir og sérstaklega að læra, vera í sérfræðinámi. Ég tók stjórnunarnám þar líka á sama tíma svona í, hvað má segja, læknisfræðilegri stjórnun. Það var hugmyndin að gera okkur lækna að stjórnundum. Og það nýttist mér mjög vel þegar ég flutti til Englands. Það sem ástæðan fyrir ég flutti þangað var að konan mín fór í framhaldsnámi í sálfræði. Og þar vann ég fekk ég vinnu í hálfu starfi sem gigtarlæknir og í hálfu starfi að liðsinna, má segja, þetta var svona opinbert hlutafélag þar sem svona hagsmunaaðilar, bæði spítalinn og heilsugæslan og sjálfstæði spítalar og svoleiðis áttu þessa hugmynd, þessa stofnun og okkar verk var að kaupa hagkvæma þjónustu af hvaða aðila sem var. Og þar fékk ég alltaf mikla innsýn í það hvernig maður á að kaupa þjónustu alveg frá iðjuþjálfum, sjúkraþjálfurum, gigtlæknum, bæklunarlæknum,
hvernig slík starfsemi fer fram og svo náttúrulega þegar ég flytt heim þá má náttúrulega segja sko, það er rosalega gott, það er rosalega gaman að vera læknir á Íslandi. Það má segja að í fyrsta skipti þá upplifði ég hvað það er raunverulega að vera læknir einhvers. Sem sagt sjúklingarnir mínir sem ég sinni bæði á spítalanum og sérstaklega á stofunni. Þetta eru sjúklingarnir mínir og ég er læknirinn þeirra. Og það er alveg einstakt fyrirbæri sem ég hafði ekki upplifað í svona ríku mæli hvorki í Englandi og aðeins í Svíþjóð. Það er alveg augljóst að ég ber ábyrgð á hag míns sjúklings. En þá kerfið, af því nú hefur þetta verið svolítið umdeilt kerfið í bæði Svíþjóð en kannski ennþá meira í Bretlandi. Þessi dýrt kerfi og það er svona meira gagnrýnt sem einkareiki kerfið eða hvað? Sko, kerfið í Englandi er gríðarlega blandað. Það er blandað, já. Já, og það má segja að spítalar þar, sem sagt almenningsspítalar eru flestir í ríkiseigu og svo eru auðvitað fjöldi af einkareknum sjúkrahúsum sem ríkið stundum kaupir þjónustu af og stundum ekki. Heilsugæslustöðvar eru allar einkareknar, hver ein og einasta. Ýmis bara af læknunum sjálfum, í félagasamtökum lækna eða jafnvel bara ótengdum aðilum. Og Svíþjóð er aðeins öðruvísi að því leytinu til að það er, má segja, megnið af svona spítalaþjónustu er í opinberum rekstri en svo er það mjög breytilegt á milli léna hvernig sérgreinaþjónustan er. Hún getur ýmist verið opinber, mjög oft einkarekin og í dag er eiginlega öll heilsugæsla einkarekin, allar nýjar stöðvar eru einkareknar. En þessi ótti hér við einkarekstur á Íslandi, það er búið að magna þetta upp, sko. Hver er reynslan þarna erlendis? Hvað er fólk að borga? Er aðgengi allra auðvelt? Já, sko, til dæmis í Englandi þá fjárhagslega? Já, ég meni í Englandi borgar ekki neitt. Nei. Þegar þú kemur til hvort sem að opinbera þjónustan sé veitt af einkaaðila eða hendi ríkinsins þá borgar ekki neitt. En svo getur þið farið á private clinic og keypti fram hjá röðinni og þá borgar einhver nominalt fyrir þá þjónustu sem þú kaupir. Það er alveg ótrúleg breidd í því hvað þú greiðir. Já. Í Svíþjóð er það meira svona ríkið gerir samninga við hinn og þessa aðila og það er sami aðgangseyrir inn hvar sem þú ferð. Hvað sem það er heilsugæslan, það var myndi með 80 krónur sænskar sem kostaði að fara inn, það er þá 1000 krónur og fyrir sérfræði þjónustu borgar er 300 sem væri þá eins og 4500 eða 5000 krónur. Restin kom síðan frá ríkinu eða tryggingaraðilum eða eftir því sem. En ef þú, bara að því við erum að ræða þetta, ef að þú horfir á íslenska kerfið og þetta litla land okkar og hvað við erum hvað er fámenn þjóð, sko, hvernig myndir þú, ef þú myndir ráða að vera allsráðandi í dag, hvernig myndir þú byggja þetta kerfi upp, þessar samninga við lækna og samspil þessara kerfa Ef ég fengi að vera einvaldur? Já, ef þú værir einvaldur, svona, sko, hvernig þú myndir byggja þetta upp þannig að þetta væri sanngjarnt, þetta væri hagkvæmt og fyrir alla og svona ná þessu markmiði sem við öll viljum hafa. Ég hef með ýmsar hugmyndir í þeim efnum, sko, lengi vel höfum við Íslendingar búið við mjög gott heilbrigðiskerfi og hér hefur margt farið ótrúlega vel og ég þori að segja þetta vegna þess að fyrir nokkrum árum síðan birtist grein í Lancet sem bar saman 195 lönd og þar var þá borið saman aðgengi að sérfræðiþjónustu á milli þessara landa og svo líkurnar á því þú næðir 75 ára aldri óháð ýmsum sjúkdómaflokkum. Og þar skaraði Ísland fram úr í öllum þessum flokkum í báðum þessum spurningum. Og það er náttúrulega, það hefur verið dálítið einstakt við íslenska heilbrigðisþjónustu er að við höfum haft í gegnum tíðina geysilega gott aðgengi að sérfræðilæknum. Og það hefur, held ég, skipt sköpum fyrir fólk sem er með alvarlega sjúkdóma, en að sama skapi hefur í gegnum tíðina vanrækt kannski heilsugæsluna. Og forvarnir eða hvað? Já, ég meina, ég er kannski ekki alveg rétti maðurinn til þess að
tala forvarnir verðandi að ég hef mikinn áhuga á sjúkdómum og svoleiðis. En en mér finnst grunnhugmyndin við íslenska kerfið lengi vel hafa verið mjög gott. Semst að við höfum sjúkrahús í opinberum rekstri, við höfum sjálfstæða sérgreina þjónustu sem mjög afkastamikil og ódýr og svo höfum við núna á síðari árum byggt upp góða heilsugæslu, ekki síst vegna þess að við höfum leyft sjálfstæðum aðilum að stofna heilsugæslustöðvar og þar hefum við leyst út ákveðið afl. Ég meina, það er ekkert launungarmál að af 5 bestu heilsugæslum á Íslandi eru 4 þeirra einkareknir í sjálfstæðum rekstri. Og það segir náttúrulega ákveðna sögu að það er verið að beisla ákveðið afl þarna, að leyfa fólki að spreyta sig, að leysa vandamáli með eigin frumkvæði og stjórna sjálft hvernig það tekur ákvarðan og leysir vandamálin. Já, nú er þetta þannig í dag hjá okkur að það einhver samningar við ykkur. Nei. Og hvernig er þetta hægt? Hvað er þetta lengi búið að vera svona? Við fengum að semja seinast 2013 og þeir samningar giltu til ársloka 2018 og þá hafði verið reynt að semja svo mánuðum skipti en það rann út í sandinn og síðan þá hefur bara ekki tekist að ná saman á neinum sérstökum flötum. Ég sit nú ekki sjálfur í samninganefnd en ég er í svokölluðu stórráði Læknafélags Reykjavíkur verandi að ég er formaður félags gigtalækna og sit í stjórn LR þannig ég þekki nú vel til þessara mála og við höfum ekki náð saman raunverulega neina sérstaka málaflokka, við höfum ekki náð saman hvað varðar þá upphæð sem ætti að verja til þjónustuna, við höfum ekki náð saman nýliðun, við höfum ekki raunverulega náð saman hvernig formið á að vera að þessu og það er náttúrulega ofboðslega leiðilegt verandi að þjónustan sem við veitum, hún er í alþjóðlegum samanburði mjög góð og hún er líka alveg ótrúlega ódýr. Já, nú hefur þú samanburðin á hvað það varðar. Já, ég hef samanburð bæði frá Svíþjóð. Er það skýringin á því að heilbrigðiskerfið okkar er raunverulega ódýrt? Er að vera kvart yfir því að við eigum að eyða meiru í heilbrigðismál heldur en gert er? Það er mín skoðun að við eigum að eyða meira í heilbrigðismál. Við eigum að eyða meira í spítalana. Við eigum að kannski endurhugsa það, við getum komið inn á það á eftir hvernig við gerum hlutina þar, en við eigum að líka eyða meira í heilsugæslunni og við eigum að eyða meira í sjálfstæða þjónustu lækna. Við þurfum að sækja fram á öllum þessum vígvöllum má segja og ég held að skipta alveg rosalega miklu máli að við gerum það. Og fyrst ég var að byrja að nefna þetta með hversu þjónustan okkar ódýr, nú þekki ég mjög vel það sem ég var í sérnámi í Svíþjóð og áður en ég flutti til Englands þá starfaði ég fyrir sjálfstætt rekna gigtardeild í Halmstad-léni og fekk bara hreinlega að sjá samningana sem þeir gerðu við þið opinbera, hvað þið opinbera greiddi fyrir hverja heimsókn, fyrir ráðgjöf, fyrir lyfjagjöf, fyrir sprautur, fyrir ómskoðanir, þannig ég fekk að sjá nákvæmlega hvað greitt var fyrir hvert þjónustulið og svo vann ég við það að kaupa þessa þjónustu í Englandi. Þannig ég veit nákvæmlega, allavega þetta var þá 2015, hvað var greitt fyrir þessa þjónustu þar og ég hef nú kíkt nýlega á það hvað þessi þjónustu keypt fyrir núna í Englandi og það er miklu meira fé varið þar og ég get bara sagt ríkið borgar mér, ef þú kæmir til mín, þá er sú heimsókn seld á 13.800 krónur. Verandi að við erum utan samninga og ég þarf að ná endum saman, þá legg ég vissulega á aukagjald, samkvæmt gjaldskrá okkar. En í Svíþjóð væru greiddar 4.600 krónur sænskar, sem er að bilna fyrir hvernig gengið er að bilna 60 til 70.000 krónur. Og í Englandi er greitt fyrir nýkomu til dæmis á bilinu 290 til 400 pund og ætli það sé ekki 50 til 60.000 krónur fyrir þessa einstöku heimsókn. Þannig að við borgum ótrúlega lítið. En þetta hlýtur þá endurspeglast í launum lækna hér miðað við erlendis eða hvað? Já, náttúrulega kjör lækna í Svíþjóð eru bara nokkuð góð
og í Englandi líka raunverulega. En hvernig getur þetta verið svona mikill munur þá? Hvert fara peningarnir þá? Já, sko, það einhver munur á samningunum inn í heimsókninni í Svíþjóð þar þá þjónustu salinn að greiða fyrir blóðrannsóknir og kannski rannsóknir sem dregst þá af þessari upphæð og í Englandi líka, en hér á Íslandi ef ég sendi því blóðpröfu fyrir 6.000 krónur þá kemur það úr öðrum potti. Já, ég skil. Þannig að þetta ekki alveg sambærilegt. Nei, en þó svo þú myndir leggja það saman við, þá heimsóknin á Íslandi alltaf 4 sinnum ódýrari enn í Englandi. Og við bætum það upp hér með því bara að vinna meira. Ég sé jafnmarga sjúklinga á 1,5 degi hér og ég gerði á heilli viku í Svíþjóð. Annars myndi það bara ekki ganga upp. Já, þetta ábyggilega líka maður heyrt að þetta sé skýringin á því að ef þú berð saman afköst eða framleiðni eða hvað við köllum það á Landspítala eða á einhverjum einkareiknum spítala, að þá eru afköstin og framleiðnin mun meiri, af því hér sko hvatinn öðruvísi, en þurfum ekki að vera eins afkastamiklir. Já, sko ég trúi mjög mikið á hvata. Já, þegar ég segi það, hvatarnir eru ekki til staðar með sama hætti. Nei, það var einu sinni þannig að menn voru hvattir áfram líka á Landspítalanum og fengu greitt fyrir sérstaklega svo að það var kallað ferliverk. Já. Og það bara hið besta mál, að þú vilt fá meira út úr hverjum vinnandi manni, þá getur þú borganum fyrir að leggja þess aukalega á sig. Og það líka kosturinn við sjálfstætt starfandi lækna, er að ef þið vantar meiri þjónustu, þá getur það afkasta hvetjandi kerfi. Og ég held að það nákvæmlega það sem við þurfum. Við þurfum meiri þjónustu fyrir fólk. Það rík þörf fyrir þjónustu, hvort sem það í heilsugæslunni, hjá sjálfstætt starfandi, hjá spítalanum, hjá öldrunarþjónustu. Það vantar þjónustu og við þurfum að veita hana. En það má segja þá kannski ef við súmurum þetta upp að það sem þyrfti að gera, það þarf að efla þessa samningagerð og utanumhald hvort sem það eru sjúkratryggingar eða opinbera. Þarf að sinna betur greiningavinnu, samanburði við aðrar þjóðir og hvernig best að búa til þetta kerfi. Það eins og ég var að tala við Davíð núna síðast og þá var hann að nefna þetta hvað færi mikil tími í að sita bara við tölvuna og 50% af tímanum eða meira hamra á lyklaborð og kerfin eru þung og erfið og gömul. Þannig að það má segja að þetta er þetta svona erlendis líka eða eru vandamáli líka svona annars staðar? Það hefur sér betur fyrir á Íslandi orðið viss framþróun, sérstaklega á Landspítalanum. Þar hefur verið mikil sókn í svona rafrænum kerfum og fólk, mönnum eins og Davíð að þakka ásamt mörgum fleirum að það hefur verið stór eld þar og það hefur létt okkur vinnunan, en sko betur má ef duga skal. Einmitt. Í Svíþjóð var þetta svona hipp sem haps og verið að segja í Englandi var þetta nú aftur til fortíðar verið að segjast. Já, það nú oft hann í Bretlandi svona kannski. En varðandi þetta að styðja betur við sjálfstætt starfandi lækna og heilbrigðisstarfsfólk, hvað það þá helst? Eru það þá þessi samningar sem eru hindrunin eða megi vandamáli eða hafi ekki, ég veit að sjúkraliðar, það alveg sama vandamál þar. Já, það vantar fyrir ekki sjúkraþjálfarar. Já, það sama vandamál og talmeinafræðingar. Sko, ég held að yfirvöld, ég veit ekki alveg hvernig það segja, yfirvöld virðast ekki hafa góðan skilning á því hversu, þó að ég segja að þetta sé góð þjónusta og erlendar rannsóknir staðfesta það, þá svona pínlítið eins og þau trúið því ekki. Og meiri segja þó að við gerum þjónustukannanir sem segja að 96% sjúklinga eru frekar eða mjög ánægð með þjónustan. Það virðist að heldur ekki trúa því. Og þó að ég viti tölurnar erlendis frá, það auðvelt að finna þar á netinu, þú getur bara googlað NHS og séð hvað er greiða og séð hvað sjúkratryggingar greiða. Það samt virðist ekki trúa því hvað er að fá ódýra og góða þjónustu. Það er einhver svona langvinn tortryggni í gangi og það við þurfum einhvern að byrja að treysta hverju öðru og ég til dæmis alveg sammála því sem ég gjarnan sagt að það má gjarnan vera aukið eftirlit. Ég fagna öllu slíku og
ef það verði til þess að byggja upp traust okkar í milli, en það eins og í marga málaflokka þá vantar fjármagn til að fylla upp í þetta, síðan þarf ekki að ríkið bara hreinlega ákveða sig hvað ætlar það að kaupa mikið af þjónustu af mér. Þau virðast ekki vita hversu mikla þjónustu það ætla að kaupa. Ok, sko ef við súmurum þetta upp þá þetta raunverulega þannig að ríkið og heilbrigðiskerfið, það ekki búið að ákveða sig hvernig það ætlar að semja, hvernig á að reka þetta, og kerfið svolítið í bútasögn, bæði milli Landspítala og heilsugæslu og sérfræðilækna, að það þarf að ná utanum þetta. Þetta sama umkvörtunarefnið og búið að vera það sem maður hefur heyrt núna, og það kannski ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn vill komast betur inn í þetta kerfi og hafa áhrif, að það vantar aðeins að nútímavæða þetta og byggja upp þetta traust, þennan samanburð og skilja raunverulega kostnað, gagnsæi í kerfinu. Það bara mikil vantrú og vantar traust. Það virðist vera að það vantar traust, og þjóðin ekki ánað vegna þess að það mikið svona kvartað yfir öllum mögulegu. Þannig að það vantar svona einhvers konar sáttmála þar sem að menn geta verið hafa trú á þessum rekstri þessa kerfis. Segðu mér, Ragnar, hver reynslan af því að starfa innan Landspítala núna og til dæmis á þessum COVID-tímum? Já, það óhætt að segja að þetta búið að vera viðburðaríkir 18 mánuðir, og frá því að fyrsta bylgja skall á okkur í 28. febrúar 2020, en það gagnrýnir nú gjarn, ég oft gjarn á að gagnrýna Landspítalann og gerir það oft, en það má segja að í þessu verkefni þar reis hann undir merkjum, og ég held að sé sérstaklega vegna þess að starfsmennir þeir sem voru á gólfinu og allra næstu yfirmenn þeirra tóku höndum saman, settust niður og reyndu í snarhasti að finna hugmyndir hvernig við gætum tekið á þessu. Því við vissum það að ef þessi bylgja myndi skella okkur því afli sem við héldum, að spítalinn myndi ekki ráða við það. Og úr varð ákveðið fyrirbæri sem alltaf hefur verið talað mikið með fréttum, COVID-göngudeildin, og ég var þeirra gæfa aðnjótandi að fá að vera yfirlæknar hennar tíma og vinna þar með alveg ótrúlega hugmyndaríku fólki sem sá ekkert nema lausnir, úrræðagóðum hjúkrunarfræðingum, frábærum sjúkraliðum, sérhæfðum starfsmönnum og yfirmönnum sem brugðu sér í stjórnendur sem brugðu sér í annan búning og urðu styðjendur og sáu þann leik bestan að leyfa okkur að leysa verkefnið og gerðu allt til þess að hjálpa til og það ótrúlegt hvað það heppnaðist vel og ég held að starfsmenn spítalans hafi sýnt það í þessum faraldri hversu megnugir við erum til að koma með hugmyndir og leysa vandamál, og ég held að ef það eitthvað sem ég vil að segja við stjórnmálamenn að það ætti að treysta þessu fólki sem næst sjúklingunum, sem heyrir hvað þeir segja og eru menntaði til þess að bregðast við því, að treysta þeim til að leysa vandamálun og færa og segja völdin á sjúkrahúsunum næstu yfirmönnum sem eru við gólfið. Og ég held að það gæti verið farsælast til þess að hjálpa Landspítalanum að kannski endurskipuleggja sig að einhverju leyti og við erum með mörg spennandi verkefni í deiglunni. Við ætlum einmitt að fara að opna bráða dagdeild sem byggir dálítið á þessu COVID-módeli að reyna að taka fólk inn við stýrðar aðstæður og greiða hratt og örugglega á þeirra vandamálum. Ég held að þetta sé mjög gott dæmi bara hvað hægt að gera, hvað þetta í grunninn vel menntað fólk sem vinnur þarna, hvað raunverulega hægt að gera þegar allir vinna saman og að takast á við verkefni. Og þetta eigum við að geta gert í öðrum, þetta höfum við gert náttúrulega í krabbameinslækningum, þetta höfum við gert í sambandi við hjarta aðgerðir og fleira. Þannig að geðheilbrigðismálum væri hægt að gera nákvæmlega sama átakið
Þannig að ég held að líka þegar það hefur verið talað um það og að það þurfi að setja meiri pening í heilbrigðiskerfið, þá er það sem hefur verið mitt vanta, það er það í hvað ætlum að nota peningin. Já. Og það er það sem að kannski er mjög mikilvægt að gera. Ég held að væri alveg fyrsta besta ráðið væri að spyrja mannuðinn á gólfinu sem sinnir sjúklingum, spyrja hvernig ætlum við að leysa úr þessu vandamáli og hlusta fyrst á þau. Já. Og ég held að úr því muni skapast hagkvæmar og góðar lausnir sem muni nýtast bæði sérstaklega sjúklingum og starfsmönnum. Já, ég held að þetta sé bara ágætis loka orð að benda mitt á styrkleika og gæði Landspítalans og hvaða möguleikar eru og hvað þetta er einstakt raunverulega verkefni svona á heimsvísu, hvernig við höfum náð að leysa þetta. Kannski er þetta síðasti þátturinn hjá okkur fyrir kosningar. Ég hef verið að reyna að draga saman mikilvægi þess að sérfræðilæknar njóti trausts og það sé ljóst hvað þeir skipta miklu máli í okkar heilbrigðiskerfi. Við ætlum að leggja mikla áherslu á geðheilbrigðismál og höfum sett það svona sem stóra verkefni líka vegna þess að það er bara vandamál, vaxandi vandamál og húsnæðismálin þar eru í óefni og þó við séum að byggja meðferðarkjarna og það sé hið besta mál og rannsóknar starfsemin muni fara undir nýtt hús að þá þarf að sinna öðru. Það er verið að stækka á Grensás og það sem er mjög gott og hann er svona svolítið stand-alone, getur maður sagt, sem eining og geðheilbrigðismálin þurfa líka að fá svona nýtt rekstrarform, það er ekki bara húsnæði, heldur hvernig við lítum á geðheilbrigðismál og hvernig á að höndla það bæði göngudeildarlega séð og eins líka fyrir þá sem að liggja inni. Þannig að þetta er auðvitað allt málefni sem við viljum leggja mikla áherslu á. En ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir komuna, Ragnar, og vona þér gangi vel í framtíðinni í þínum störfum. Takk kærlega, sömuleiðis. Takk fyrir og ég segi við ykkur áhorfendur og áheyrendur þakka ykkur fyrir komuna í dag og við fáum vonandi tækifæri til að hittast fyrir kosningar en ef ekki þá segi ég bara gangi okkur vel og við skulum hvetja hvort annað til þess að taka þátt. Þakka ykkur fyrir og verið bless.